Þú líklega tekið eftir öllum þessum byltingum á netinu eins og þessum stelpubyltingum eins og þöggun og þess háttar. Finnst þú að orðið var við að það sé að skila sér í réttarkerfið? Til dæmis eru brotaþolar að kæra meira? Nú veit ég það ekki nákvæmlega en ég tel að mikið af þessar umræðu þjóni ákveðnum tilgangi. Og ég tel að tilteknir hagsmunahópar, ef ég má leyfa mér að nota það orð, séu oft á tíðum að reyna að setja aukna pressu á lögreglu, ákæruvald og eftir atvikum dómara með umræðu tiltekin mál, oft mál sem eru í ákveðnu ferli í réttarkerfinu og eiga ekkert erindi í fjölmiðla. Í ljósi umræðurnar kynferðismál og kynferðisafbrot undanfarið hálft ár og allir þessir þolendur að stíga fram, þá velti það með því fyrir sér hverjir eru gerendur. Ég verð eiginlega bara að svara því þannig að það getur nánast verið hver sem er. Við vitum það náttúrulega að stórt hlutfall þeirra brota sem framin eru aldrei kærð. Svo þetta eru ofslega falinn hópur. Ég held því miður að þá eru of margir strákar og menn sem átta sig ekki almennilega á því í hverju brotið fólst. Við tölum þetta sem kynbundið ofbeldi af því að meiri hluti þeirra þolenda sem hingað kemur eru konur og stór meiri hluti þeirra gerenda sem að standa á bak við þessu ofbeldisbrot eru karlar. Kannski ef maður skipta grólu upp í hópa hvernig þeir tengjast þolendunum, þá eru það makar. Það einhver sem tengdur fjölskylduböndum eða fjölskylduvinur, vinur og kunningi og síðan eru alltaf nokkrir sem eru ókunnugir. Auðvitað eru líka einhverjir sem eru psykópatar og það einhverjir sem eru haldnir barnagirnd. En það hvernig samfélagið sýnir karla og konur og hvað við höfum lítið lært kynlíf og samskipti í kynlífi og hvað þetta mikið tabú að tala það, þá held ég að mikið af þessu sé eitthvað sem mætti leiðrétta með betri fræðslu og meiri umræðu. Mér finnst einhvern veginn þegar maður er að lesa þöggunarsögunar á Beauty Tips, þá mjög oft sem að það eins og strákarnir hafa ekki áttað sig á því að þeir hafa verið að beita ofbeldi. Þó stelpan sé til dæmis áfengisdauð eða eitthvað þannig. Og þeir bara hringja og bjóða hann á date daginn eftir eða aðeins á Facebook og halda allt sér bara í góðu. Hvað haldið þið að gera til að sporna við þessu? Að bara reyna að innræta, kynslóð ungs fólks í dag, að þú verður bara alltaf að fá samþykki fyrir öllum kynferðislegum samskiptum, bara á öllum stigum. Það á að vera tvíhliða dans, þetta ekki einstefnu akstur. Hvað leita margir þolendur kynferðisofbeldis til ykkar á ári? Á milli 120 og 130 einstaklingar. Þriðjungur þeirra sem leita til okkar eru einstaklingar sem eru yngri en 18 ára. Langstærsti hópurinn yngri en 25 ára sem leita til okkar. Og þetta eru mjög skemmtilega tengt brot. Suð eitt af stærstu vandamálunum sem við glímum við til í þessari djammenningu. Að strákar til sé að suða í stelpum, ok, ég skal gera þetta, ég skal gera þetta, ég skal gera þetta. Þetta ólöglegt í Svíþjóð. Það ólöglegt að suða í annarri mannsku kynlíf og ef þú ert uppvísa því, þá litið á það sem bara þunga. Stígamót voru sem stofnað árið 1990 og síðustu 25 árum þá hafa 7.000 þolendur leitað hingað í viðtöl. Þannig að 7.000 mann sem hafa upplifað ofbeldi og komið hingað til að vinna úr því. Þetta held ég samt líka bara toppurinn á ísjakanum, en margir sem aldrei kom hingað. En þessum 7.000 manns fylgja 10.000 gerendur. En þetta segir okkur það að ofbeldismenn og þeir sem beita kynferðisofbeldi ekki bara einhver svona einn og einn skrítinn kall. Við erum með mörg þúsund manns og þess vegna tölum við þetta sem samfélagslegan vanda sem verður ekki leystur öðruvísi en með því að tala þetta á breiðum grundvelli. Þetta eru oft bara venjulegir menn sem að fara yfir mörk annarra og það það sem við þurfum að tækla. Hvernig
svo hægt að hjálpa þessum gerendum, skilur allt frá date rapist til svona raðnauðgara. Þú getur dæmt til fangelsisvistar, en til þess að eiga svona að tryggja það að þetta gerist ekki aftur, þá viljum við náttúrulega beita einhverja meðferð. Og það eru til sérhæfðar meðferðir fyrir þessa einstaklinga, jafnvel ef þau einmitt hvers konar brot er að ræða og hvers konar einstaklingar að ræða. En fyrst og fremst erum við náttúrulega að tala sálfræðilega meðferð sem felst í því að takast á við, skora á og vonandi breyta viðhorfum. Af því það er náttúrulega kannski viðhorfin, þetta skema, þetta handrit sem að veldur því að fólk haga sér á þennan hátt. Er eitthvað tengt viðhorfum gerenda sem mætti betur fara? Já, það er ofsalega mikil skrimslavæðing á gerendum af því að fólki finnst þetta óþægileg og erfið mál og það langar ótrúlega mikið að setja alla þá sem hafa brotið kynferðislega á annarri mannesku í eitthvað svona box sem er eitthvað svona hræðilegir menn sem á að loka inni og þú veist að það koma alls konar upphrópanir að þeir bara taka þá úr umferð og skera undan þeim og ég veit ekki hvað og ég held að þetta gerir líka oft erfiðara fyrir þolendur að opna á málin sín. Þegar gerandinn í málinu þínu er stjúppabbi þinn eða frændi þinn og þú ert alltaf í að fara að gefa til kynna að þetta sé svona hræðilegt skrimsli. Þannig ég held að sú umræða sé ekki sérlega hjálpleg, ekki það að ég ætla að gefa ofbeldismönnum neitt afslátt af sínu verkum. Þeir verða að taka ábyrgðina og skömmina, en það hjálpar ekki að búa til einhverja svona mynd af þessu sem að kannski stemmir ekki alveg við veruleikann. Hvernig eru kynferðisafbrot rannsökuð? Það er gríðarlega mikilvægt þess fljótt og hægt eftir að brot átt sér stað að fara á neyðarmóttökuna og þar eru tekin sýni sem er mjög mikilvæg rannsókn málsins en að fá þessi gögn sem eins fljótt hægt skiptir gríðarlega miklu máli. Þar eru oft kallað til réttargæslumaður og þetta er í boði fyrir brotaþola þeim að kostnaðarlausu. Þá er næsta skref ef brotaþoli mætir fyrir skýrslutöku á lögreglu. Það þarf að rifja það upp allt saman og það þarf að segja okkur frá því í smáatriðum nákvæmlega hvað gerðist og þetta tekur á. Við þurfum að taka skýrslu af sakborning eða að vita yfir höfuð hvað það er. Þegar það er búið þá þurfum við að taka skýrslur af vitnum. Ef einhver eru, það er nú sjálfnast reyndast það er. Svo er líka vettvangurinn, hvar gerðist þetta? Eru lífsýni þar? Er einhver fatnaðir þar? Fóru myndavélar? Það voru að afla allra mögulega sönnunargagna. Þegar þetta er allt saman búið, að þá er þessi tekin ákvörðun hvort að við höfum að afla nægilega góðra sönnunargagna til þess að máli verði sent til ríkissaksóknara í framhaldi eða ekki. Við erum með ákærusvið sem metur það hvort að máli sé líklegt til sakfellis eða ekki. Sú niðurstaða hefur bara nákvæmlega ekkert með það að gera hvort að viðkomandi sé trúað eða ekki. Ef að máli fellt niður, þá er það eingöngu vegna skorts á sönnunargögnum. Hvernig er ferlið þegar að þolendur leita til ykkar? Það er sem betur fer flestir sem að koma innan sólarhrings og innan 2 til 3 sólarhringa sem er það sem við viljum og þá kemur fólk oftast í gegnum biðstofu. Nú ef það kemur lögregla í sjúkrabíla þá kemur fólk í gegnum sjúkrabílainnkeyrslu. Já, fyrst og fremst er það nú að manneskja mæti hlýlu móttöku og þessi lagður trúnaður á frásögn manneskjunnar. Þegar fólk segir söguna sína, þá trúum við því sem að fólk segir okkur og við vinnum út frá því. Og vita svona nokkurn veginn hvað var það sem kom fyrir, þannig að við þurfum að fá svolítið nákvæmlega frásögn af því hvað gerðist. Af því að við erum jú að reyna að leita að þjóðsálum sakagögnum, að reyna að rifja upp atburðin nákvæmlega, þannig að við getum farið í að gera læknisskoðun og réttarlæknisskoðun og síðan í framhaldinu að vísa manneskjunni í farveg að ræða við réttargæslumann og vísa svo í viðtöl til sálfræðis. Við erum oft með unga einstaklinga sem hafa jafnvel aldrei farið í gegnum kvenskoðun og fólk er oft í uppnámi, það er jafnvel dofið og þetta er óraunverulegt og fólk grætur og mikil andleg vanlíðan. Þannig að við verðum alltaf að fara bara að hraða hvers og eins. Þetta er ferli sem er svolítið tímafrekt. Það er margir sem koma og segja þetta er nú óttalega ómerkilegt, ég veit nú ekki alveg hvort þetta var nógu mikið, þetta var nú örugglega ekkert svo alvarlegt og svo kemur sagan og það er augljóst að það náttúrulega sé mikið ofbeldi sér stað. Segðu mér þína sögu. Ég flytt til Akureyrar þegar ég er 13 ára að fara að fermast og stuttur seinna kynnist ég
manni sem að ég vildi ég hefði bara aldrei kynnst og í kjölfarið vini hans sem að nauðgaði mér þegar ég var 15 ára. Daginn eftir þá mæti ég í skólann og ég vissi í rauninni ekki hvað að koma fyrir. Ég hélt að mér hefði nauðgað af því mér leið þannig. En þú veist, ég vildi ekki, það er allir þessi efi sem að gengur í gegnum vegna þess að þú vilt ekki trúa því að einhver myndi gera þetta. Þess vegna er svo erfitt að koma í veg fyrir þetta vegna þess að maður er allan tíman og það var bara hugafarið, þetta er ekki að gerast. Veist, og ég fer og tala við vinkonu mína og ég sagði við hana að ég held að mér hafi verið nauðgað. Er auðvelt að komast upp með það að vera kynferðisbrotamaður? Hér áður fyrir þá var þetta bara að tala í einkamál og flestir báru harmsinn í hljóði sem urðu fyrir brotum af þessu tagi og þeir einhvern veginn fengu aldrei viðurkenningu á því að allar þessar tilfinningar og líðan sé eðlileg. Ég nánast 100% tilvika þegar kemur á þeim málum sem ég hef verið með og við erum að tala brot sem eru átt sér stað kannski kringum 80 eða eldri og hafa átt sér stað innan fjölskyldu að í öllum þeim málum þá hefur fjölskyldan staðið með geranda og raun að vera útskúfað brotaþola nema brotaþoli sé tilbúin að beygja sig og bugta eftir þá kröfum fjölskyldunar að vera ekki með svona vesen. Heldur að fólk sé að taka afleiðingarna með sér í sambönd eða sitt daglega líf? Já, fólk að burðast með þessar afleiðingar ef ekki verið unnið úr þeim alla sína ævi. Þess vegna erum við stundum að fá fólk hingað sem að koma 50 árum eftir að ofbeldi átt sér stað þegar það vill bæta líf sitt vegna þess að þetta er þungurbaggi að bera einn. Núna í fyrsta sinn með þessari byltingu, beauty tips byltingu, fengu þær þennan vettvang til að stíga fram og segja frá brotinu og án þess að mæta tortryggni eða að gert sér lítið úr þeirra upplifun. Ég breytist alveg strax og allir tók eftir og strákarnir í bekknum með mitt spurja vinkonu mína hvað er að Sunnu, skilur, að því ég fór kannski bara að gráta í mjög tíma eða og farin að haga mig rosalega skringilega og kennararnir tók eftir allt saman og mér finnst svo skrítið að það hef ekki bara verið tala við krakkana. Ég myndi vilja sjá það í dag í grunnskólum að ef það væri bara alltala mála eitthvað barn eða lenti í einhver svona að það er bara að tala við hina krakkana. Hvernig þetta vera í kringum mig og sýna mig kannski einhvern stuðning. En þau forðuðust mig bara. Í skólafélaginu það var sálfræðingurinn minn með í ferðinni og ég svaf ein. Ég var eina barni sem var ekki með en einum öðrum. Það var ekki stuðningur. Það er oft auðveldara að hugsa sér að manneskja ýki eða sé kannski ekki upplifa hlutina á rangan hátt eða að hún sé kannski pínlítið klikkuð eða svona athyglisjúk en það er óbúslega stór biti að kyngja að þurfa að horfast í augu við það að eitthvað sem hún elskar og þykir vænt finnst gaman að vera í kringum sé færum slíkt brot en í flestum tilvikum er þetta eitthvað sem það þekkir og eitthvað sem það treystir. Og þess vegna allar þessar reglur hvernig þú átt að haga þér eða hvernig þú átt ekki að haga þér til þess að reyna að koma í veg fyrir að einhver annar taki þá ákvörðun að brjóta á þér. Það er svolítið falla sjálfar sig vegna þess að við getum ekki kennt stúlkum og drengjum að hætta að treysta vegna þess að oftast eru þessi brot framin í skjóli trausts og við viljum ekki samfélagi sem við treystum einhver. Það er bara þannig. Maður velti fyrir sér með svona umræðuna undanfarið árs hvers vegna allar þessar byltingar eru að eiga sér stað. Að mínu mati þá finnst mér líklegt að það sé í rauninni bara afurð þess réttarkerfi sem við búum við í dag þegar kemur að kynferðisbrotamálum. Að það er ljóst að bara allar tölur sem við skoðum öll þau gögn sem við flettum að þau bera öll að sama brunni að ríkir er ekki að virka þegar kemur að þessum málum. Hvernig finnst þér réttarkerfið á Íslandi standa að kynferðisbrotamálum? Mér finnst að standa sér bara svona ágætlega þegar á heildina er litið. Ég hef þó pínu áhyggjur af því að dómstólar séu farnir að slaka á sönnunarkröfum í þessum málaflokki og ég tel að það sé mjög alvarlegt mál. Ég tel að það eigi sömu sönnunarkröfur að gilda í þessum málaflokki sem og í öðrum sakamálum og það á hver og einn rétt á því að vera talinn saklaus þangað til að sök hans sannast og ég tel að það þurfa að gera jafn strangar kröfur í þessum málaflokki sem og